Rúnar, það 3-2 jafntefli var... Ekki 3-2 jafntefli. Nei, 3-2 sigur segi ég. Betra. Næstu kannski jafntefli, nei ég veit ekki, fóru að koma ykkur á bekknum? Heldur betur, ég var orðinn bara mjög slæmur í röddinni, öskrandi og æpandi og var að reyna að stýra þessu en það var mjög erfitt. Við komum okkur í þetta vesen. Við byrjuðum illa fyrstu 20 lendum undir en skoðum svo 3 hröð mörk og eigum 2 gullin tækifæri til að koma okkur í 4-1, 5-1 þegar Freyr einn út af markmann ákveður að gefa Fred og hittir ekki sendinguna fyrir opnu marki. Ægir á dauðafæri, fær hann á fjærstönginni og skýtur yfir. Þannig að við höfum hæglega geta verið miklu betur stuð í hálfleik. Í seinni hálfleikum þá byrjar þetta allt í lagi, við erum svona að skapa eitthvað hálfsénsa en svo skora þeir og minnka muninn og það bara gerir leikinn miklu erfiðari fyrir okkur. Þó svo að þeir hafi mist mann út af að þá sá maður engan mun á liðunum. Þeir þrýstu okkur tilbaka og ógnuðu okkur með löngum boltum í restina eftir að hafa spilað flottan leik lunga á leiknum. Við mjög talast heppnir á endanum, eða við komum að enda að þeir hafi ekki náðu að pota einu þarna í restina. Á lætandi lokin, þú fegst sjálfur gullspjald að það var svo mikið að vera. Maður sá kannski svona sérstaklega kannski það sem að þið voru sérstaklega óánægð með hana þegar Patrik keyrir inn í Kenny vantilega hefði viljað fá eitthvað á það. Já, rétt á undan þá náttúrulega fyrir Feldmann í Már nefnir hotfána fyrir framan nefnir á aðstoðardómaranum og 2 klárar aukaspyrnur og maður finnst, það er ekki hægt að byrja að vorkenna einhverju liðin sem að tapa fótboltaleikjum, skilur. Þú að dæma leikinn í 95+ ins allan tíman, sama hverjir að vinna og tapa. Þeir ekki að horfa í stöðuna og það í mínum huga, eða með mínum augum, þá fannst mér það bara slepp með þessu, mér fannst það bara svolítið svo oft og ég var reiður og leta að heyra það en ég meina, þeir dæmdu þennan leik mjög vel og ég þekki Villa vel og þekki allt dómaratriðið vel að vera í þessu lengi þannig að það var nú allt með hinu mikill róð þannig séð þá ég væst mig og tók á mig 1 gullspjald þetta fyrsta í sumar og það er fínt. Þú vilt meina þeirra vorkennt valsliðinu í... Ég ekki að segja vorkennt en ég bara mér finnst ég hef talað þetta áður og þegar að liður að vinna 3 eða 4-1 þá kannski sleppum þessu. Dæma bara eins í 90 mínútur, ég hef sagt þetta margoft og hvort sem að ég sé að tapa þegar anstæðingum minn þá á ekkert að vera. En ég er ekki að segja hann hafi gert það. Við erum það klárt mark sem við skoruðum sem við tekið á okkur fyrir hendi, sem var aldrei hendi. Og svo þessi 2 atriði sem að fóru virkilega pirrurnar á mér og ég er mjög smámunn að saman gæi og þegar að stressið við því að halda fengum hlut í stöðum 3-2 manni fleiri og við erum ekki að spila betur en við vorum að gera því að við tókum endalaust að röngum ákvörðunum og hefðum getað skorað miklu fleiri mörk. Kláraðan leik miklu fyrr, í staðinn erum við heppnir að ganga hér út af með sigur en við erum glaðst yfir því. Skorið náttúrulega 4 markið, Þórir Stefán setur hann í netið og hann dæmir Hendert, eitthvað búinn að skoða það aftur. Virðist allavega í fljótubræðinu svona ekki farið í hendina á hann? Já, við erum búin að sjá. Það er bara dómarinn dæmir það sem hann sér og hann taldi boltana fyrir hönd leikmanns fram og dæmir það og við getum ekkert breytt því. Hann er að gera sitt besta, hann er ekki að leika þessu og þetta er bara hluti af leiknum. Við erum ekki með var og við getum ekki vælt eða skellt yfir því. Við erum bara að taka því sem kemur og öðru leiti og dæmdu þeir bara frábærlega og þetta er 2-3 atriði sem að pirra mig sérstaklega þegar ég sjálfur er pirraður yfir mínum leikmönnum og það kannski bitnaði aðeins á dómaranum. Var til að fá var í íslenska boltanum? Já, ef það væri notað skynsamlega. Mér finnst þetta að vera orðið fullmikið og þetta er aldrei eins og þú veist ekkert hverju var herbygginu og dómararnir eins og einhvers annan daginn og leyfa dómarum dæma leikinn. Það var kannski unni 4-2 daga? Maður veit aldrei, það er mikið ef og hefði í þessu. Næst verkefni okkur hvað F á minnum á heimavelli, Víkingarnir töpuðu í dag og nú búið að stytta bilið núna 7 stig. Hvernig veitirðu bara framhaldið og hver er svona bara stemningin í hópnum fyrir þessu? Já, við ræddum það hér fyrir leikinn að við þurfum eiginlega bara að eiga góða frammistöðu sjálfur til að vinna fótboltaleiki og svo erum bara að sjá hvert það fer með okkur. Við erum ekki að horfa á Víking og toppsætið eins og það er 7 stig þangað, þetta er dálítið langt og við höfum nóg með okkur sjálfa að bara reyna að berjast í gegnum þessu leiki og halda áfram að þróa sem lið og spila vel og gera betur en dag. Við spilum oft ágætlega, skorum góð mörk en ég held að ef við hefum tekið réttar ákvarðanir oftar í bæði fyrri hálfleik og seinni hálfleik í kjörstöðum þá hefðum við getað skorað miklu fleiri mörk. Takk fyrir gangvel.